Ok, krakkar, lesa upp hérna. Anita! Já. Baldur! No. Birta! Já. Birkir! Já. Lárus! Heyrðu, nei, sorry. Hann upp á sjúkrahúsi eftir að tekið á stóran skammt af kókaíni. Veislega helviti string. Ok. Og þá byrjum við bara. Hvað vímefni? Anita! Vímefni getur verið það sem fólk notar til þess að fara í vímu. Og það sem gerist að við erum með 2 heila eiginlega og það eru stóri heili og litli heili. Já. Þegar við til dæmis drekkum áfengi þá deyfist stóri heilinn og litli heilinn verður bara í notkun. Oh my god, þetta var geðveikt. Svo... Takk fyrir þetta svar. Og nú held ég áfram. Ég ætla að segja ykkur hvað hann frændi minn. Hann drekkur nú alveg. Og þegar hann drekkur, þá svona... Þá er það, ok, við tekum það heila hérna. Og svo hann heitir út í heila hérna. Þá deyfist þessi heili, eins og var að tala um áðan. Og þessi heili, sem er kallað rándýrsheilinn, hann er bara mjókur. Og þess vegna verður oft svona slægir og annað slíkt þegar menn eru fullir. Og það gerist fyrir hann frænda minn. Hann ræðist stundum á kottið sinn. Og hérna, svo er hérna ein eðla, eins og við erum að finna við ykkur. Við greinum við eðla hérna. Hún heitir Eyjafína. Og þessi hérna eðla, hún sýnir enga tilsemi gegn öðrum hérna eðlum. Þessi sömu fyrir inni, Baldur. Og hún er einmitt bara með þennan litla heila. Birta! Af hverju sækist fólk alltaf í vímefni? Af hverju sækist fólk alltaf í vímefni? Það er spurning. Út af því að við erum efni í heilanum, eða heilun okkar. Og þegar við fáum vímefni, þá gera vímefni það að við fáum þetta efni sem heitir endorfín. Og með tímanum, ef við höldum áfram að nota eiturlyf og vímefni, og með tímanum, þá eyðileggjum við það að við getum fengið þetta efni án þess að nota vímefni. Fattið þið? Þegar við förum klámskast, þá fáum við þetta efni. Sumt fólk er bara búin að eyðileggja þennan hæfileika sem þið viljið ekki gera. Viljið þið eyðileggja þennan hæfileika? Nei. Baldur. Og krakkar, þess að sjá hérna. Baldur! Hvað ertu með í hendinni? Sápu. Sápu? Veistu hvað þetta getur skaðað heila þinn mikið? Ég var að finna myndband á netinu. Hvað er þess að sinna það?
Góðan daginn, ég er frá Vísindafréttum Suðurlands. Já, ég ætla að taka viðtal við einn kennara hérna í Heiðarskóla. Skellum okkur í þetta! Komið með mér. Góðan daginn, hér hefur komið kennari í 9. bekk og við ætlum að spyrja hann nokkrar spurningar. Góðan daginn. Og hvað ert þú að kenna hérna? Ég er að kenna hérna lífefni og svona alls konar snitt og svona. Það er gaman. Já. Og segðu mér hans frá því. Já, þetta er búið að vera svona skemmtilegu kafli til þess að kenna og fræðast og svona og krakkarnir mun líka búin að finnast þetta rosalega skemmtilegt. Við erum búin að læra hérna heilan og eðlu og snitt og svona alls konar skemmtilegt. Já, en gaman. Já. Það er að spyrja nokkrar spurningar. Líffæri getur skadast við að sniffa. Það er náttúrulega bara heili, lifrar og nýra. Eru margir í skólanum sem sniffa? Það veit ég nú bara ekkert því að krakkarnir eru svona lokaðar manneskjur. Hvað er sniff? Þetta er alltaf svona stór spurning. Sniff er þegar manneskjur taka að sér mjög sterk efni og svona. Það er oftast notað svona Tippex og sterk svona bílaefni og svona. En oftast notað krakkarnir í skólanum Tippex, sem er ekki mjög gott. Svo tekið alltaf öll Tippexin úr öllum skólatöskum áður en ég fer ekki í nota því. Ég hef alveg lent í því að einn nemandi sé að taka upp svona. Hvað er sniðið það er? Já, takk. Það er bara takk fyrir. Já, takk. Fyrirgefðu, það spá að hérna. Ég ætla að spyrja hérna spurningu. Veist þú hvað sniff er? Já. Hvað er það? Bara þegar fólk sniffa. Já, gott sagt þér. Hefur þú sniffað? Hefur þú pröfað það? Nei. Þú veist? Já. Ok. Veistu einhvern sem sniffar? Já. Hver það? Það er til dæmis einn strákur á bekknum minni sem er upp á sjúkrahúsi. Leinilegt að heyra. Takk fyrir. Já. Nú erum við búin að ljúka hérna samræðum í Heiðarskóla. Bara takk fyrir mig.